Þorsteinn Halló? Þorsteinn Já, ertu mættur? Já, ég mættur Hvað þú? Já. Ég hérna í kaffistofu Heyrðu, flott ég bara á leiðinni hérna Já. Hvað segirðu, hvað hérna, já, geðveikt bara, hvað ég eftir að fara að gera, ég búin að glemma það Magdaðin kæru vinir, headsetum myndi fast í stólnum, shit sjálfsögðu að gleymi líka kötta ykkur, sjáu hvað ég lít asnalega út í myndælinu núna Headsetum myndi fast í stólnum, allavega, góðan dag, við erum velkomin í nýjan þátt á Óli Hóli, neyðarþátt Neyðarþáttur Langóksn líka að kalla neyðarþátt Já, það er gott nafn, sko, þetta er neyðarþáttur Þetta er eiginlega aukaþáttur Já Þáttur, já að laugardagskvöld þegar maður postum þetta Hvað, þú ert að posta þessu svona kringum 9 leiði, sko? Eða ekki, 9, klukkan svona 9 Helvitis, maður Þú ert að posta þessu helviti seint, sko? Já, mjög skritin tíma Posta alltaf í hádeginu á miðvikudögum Allt í einu eru kominu í, sko Fínt að breyta sér til Þetta er neyðarþáttur Neyðarþáttur á laugardagskvöldi klukkan, ég veit ekki hvað klukkan er Klukkan 9, hálf 10 En það verður smá stóra fréttir að fara að koma Já, það voru að koma Nú eru fréttirnar komnar út Það er komið, Matti, tilkynntu. Herðu, við erum að keppa í söngkeppni Bang Bang Söngvakeppni sjónvarpsins Og Já. þegar ég kynntist ykkur fyrir hvað 1,5 ári eða eitthvað Já, ágúst Þá var mér ekki dætt í huga því að ætlaði að keppa í söngvakeppni Nei, ekki vel Og sko þegar þið sögðu mér þetta í november, desember eitthvað þannig Já Eitthvað, sæll Óli, eitthvað, hæ Ertu eitthvað busy hana í janúar, febrúar og mars Og ég sagði, þið ekki að keppa í söngvakeppni Þannig að þið komið Hvernig vissir þú? Það fokki fyndið Það er mjög gott sko Það er vel gert Það er 10 stig Óla Já, við tókum sérst upp þátt í hvað desember líka. desember Og sem átt að vera núna En við eiginlega sögðum allt og mikið sem við máttum ekki tala um Fullt af leyndamálum sem kom í þeim þáttum Jöppum yfir okkur Og sem mátti víst ekki segja satt Því að þessi þáttur átt alltaf að koma Þannig að kemur náttúrulega bara einhver aukaþáttur seinna Já En við tölum yfir okkur og þess vegna þurfum að taka hann þáttu Jú, það er nákvæmlega þannig Það gerði sann svo margt gott í þeim þætti Við fórum í góða frasakeppni, við komum í legasögur Og þú veist, ég ætla að spila það einhvern tímann í þættinum þegar ég man eftir því Þannig að ég mun kötta í úr Herri, ég fíla það Þá er þetta bara aðeins lengri þáttur og skemmtilegur Já, bara geðveikt að fá meira content, meira fíl Heldur betur Pétur Já, maður Þannig Já, sem sagt það var tilkynna núna hverju að keppa í söngukeppni Þið eruð í fyrri undankeppni Já, 17. feb 17. feb Yes, sir Og þegar við erum að taka þetta upp þá hafið þið enga hugmynd hverjum við erum þeirra að keppa móti Nei, við veitum ekki neitt Við veitum hverjir að keppa Við veitum ekkert hverjum við erum að keppa móti Nei, við veitum ekkert hvenar hinn er að keppa Í hvað riðli, sko Og maður er svona með væntingar fyrir maður vil keppa móti einhverjum ákveðnum maður vil keppa móti einhverjum ákveðnum, sko, væntanlega En þetta verður bara áhugavert að sjá, sko Já En þetta er náttúrulega rosalegt koncept að fara í söngvakeppni Þetta er náttúrulega ógeðslega random dæmi Ég og Matti gerðum það gaur frá Öldu Music sem sendir á okkur Heyrðu, strákar, sendið eitthvað sniðugt úr söngvakeppnina Var þetta ekki bara kvöldi áður eða eitthvað? Já, hann sendi þetta svona viku fyrir Og þá voru bara tökum stöðuna Og síðan Þið sendi hann aftur á okkur Já Er þið búin að gera lagið eða? Já, bara tjekkar á okkur Og það var, nei, heyrðu, ok, við græfum þetta Förum í stúdíu, tökum upp lag 4 tímum Þetta er gert á 4 tímum þetta lag Og síðan skiluðu inn Gerðu þetta ekki bara í djóki eða sko? Jú, þetta var í rauninni bara djók Og við vorum ekkert að búist að komast inn Nei, langt ég frá, sko Og hérna En við hentum þessu bara inn og skráðum þetta Og hérna Það fengum við símtalið Ég ætla að vera eins og þig, ég ætla að vera með gleru líka Það er hart, sko, það er hart Ég held það sem málið, sko Það ekki? Jú, þetta er gætt Þetta er fokkin nett, sko, ég fíl það Ég ránaði þessi gleru, sko Já, ok, svo fengum við hana símtalið bara Já, þeir eru Eurovision Þá var ég mökkar okkur leik í Gent í Belgíu Hvað varst það að gera í Belgíu? Ég var á fótbollleik, Breiðablik var að keppa Og ég var bara eitthvað heima og fekk símtalið Og reyndi að ná í gæjan, hann vildi ekki svara Þú má taka þátt í söngvakeppni sjónvarpsins. Já, þetta var nákvæmlega þannig Sko, ég fekk þenni símtal Bara, hey, jó, þeir eru að keppa Heyrðu bróðinum árið sendt e-mailið Og ég var fullur að reyna að hringja Hálfdan er ekkert að svara Og síðan alltaf sér hann e-mailið Já, ég öskra líka hana Jó, ég komst í söngvakeppnina Og allir strákarnir í kringum mig bara Wow, bro, what the hell Slaka á maður Já Og þetta var bara instinkt hjá mér Ég var líka góður á því og svona Og þetta var bara stemming Það er líka bara, þú veist, þið eru Með að við erum að keppa núna Þá eru low-key svona
nýbyrjar að gera lög Já, við erum bara Þannig séð En sko þú veist, gefa út Já, þannig, já, bara 1,5 ár sko Fyrsta lagi komin að hvað? 2022, þetta hérna geggja lag Aron Kahn borða kál Elskar þetta lag sko Ég elskar líka sko, þeir eru búin að segja við mig að ég má spila öll lögin ykkar og ég verði aldrei copyrightaður Aldrei, in your life Af því að maður hefur verið copyrightaður og við skulum ekki tala um en Við tölum ekki um þetta hérna Þetta atvik, en það er skemmtilegt Það er svona, spila ég núna bara lög hjá ykkur því ég veit að ég get spilað Ég endalaust elska það sko, ég fílaði í drasl sko Já, bara sér þetta sko Ef það eru ekkert með vesen, Það veit að fáir en ég það var ekki að vera að gerast Ha, já, En á fyrstu plötun ykkar, Vibe Check Já, þú ert á fyrstu Ég er á fyrstu það er plötunni úst að fyndið Sko, lagið í glæpi og hlusta versum mitt Þetta var one take, ekki? Jú, ekki svoleiðis, sko. Þessi plata var bara one take sko No Í joke. rauninni sko Þetta, já Þessi plata var svo mikið Og sko, finna ég samti textan ekki neitt Nei. Það er vinkona Matta, Anna Bibi, hún var á þessu lagi uppruna og hefndi mig út og setjum þig inn Og þessi texti er svo ekki ég, hlustum á Ég er bói, gamli nói Og kassa pínu basic rap flow Ég fer út á sjó, tek hann á sjó Þessi bitches er að horfa á mig, það var aldrei nóg Já, bangar Já, þetta er fyndið Við bræður erum bara að fara út Kvippin og Kvappin sko í þessu tónlist, já Svo fóru á smá hana feature Feature run Rým, háska og rockkornum Alveg dagsatt með Villa Neto Opaslega frægur með Inga Báður sem var a hit 124k á Spotify Mjög gott sko Mjög gott lag, setja það enn undir Og svo náttúrulega rándirlagi Tölu Tala Mr. Peanut Butter Og introlagi að þessu podcasti Summer Baby Það er mest underrated lag okkar Það er underrated Það er geðveikt lag sko Mér finnst það actually geðveikt lag sko Dýrkætt lag Elskar þetta lag Einhvern veginn með 67.000 plays Ég minnst það með ógst að líta plays með við þegar við spilum á böllum Allir krakkarna kunnum Ég spildi alltaf á böllum Já Það er alltaf væp á því Já, ég er að segja það Þetta tók svo mikið yfir TikTok á þessum tímpoti Þannig að það vita allir, það þekki allir lægi Líka bara, veist þú hvað Summer Baby er? Já, það eru bólir Það er svo iconic TikTok Það er alltaf einhver reference á TikTok Það er mest fyndna shit sem ég upplæði Ég sá disappointingið í andlutinu ykkar Það bara, heyri, við erum að marka þetta vitlaust sko Það er náttúrulega King Curly með það marketing sko En það var alveg, virkaði Já, stefnir fólki við Vera með eitthvað kringum lægi sko Það er líka lifehack fyrir young artists Svo gerðum við, mannstu, unreleased lag Ég með cash sko Við gerum það líka bara Það var bara áður en við gerum, þú veist, ríðum Já, það var í november 2022 Já, þetta var hana Fyrir langa lengur Ætluðum að gera eitthvað svona gera lag á 24/10 vídeo Við gerum heilt tónlistavídeó líka sko Ég eitti ekkert eðlilega miklu tíma á þessum sólarhring og gerðum lag Svo póstuðu við því aldrei Já, okkur póstuðu þetta ekki? Þú mátt alveg gefa út og vilt Já, okkur ekki Póstuðu þessu? Hlustum smá Nei Hvað er þetta heima? Ég er með Spotify opið en algjör skita sko En hlustum við það Þetta er banger, ég er með cash Þetta er sko Þetta er alveg one take shit sko Þetta lag var tekið upp á hvað, hálftíma? Já, bara allt gert á hálftíma Bítið Tapandi peningum alveg svo spaðinn Smá skota á Hvað er spaðinn í dag? Hann enda á til Nei, hann er löngu farin á hausinn Það er ástæðan hvernig línan er Tapandi peningum alveg svo spaðinn Eitthvað svipað hana Svo kemur eitthvað Ég elskar að bara tala um eitthvað lög sem við gerðum Það er alltaf, erum við einhverju stressið? Þetta er bara podcast Við höfum farið Kvippin og Kvappin Við strákunni á í Óli Ég er með Skimir eitthvað skrítnasta rapvers söguna sem ég gerði Óli er sko big part of the vibe lore sko. Hann er stór Þú ert alltaf lurking Ég er eiginlega Þið ættu eiginlega að þakka mér eiginlega ekki Já, jú, þetta er allt Óla að þakka sko Ég segi sjáðu þetta Óla sko Óli er stór partur Hann er núna fyrir það sem veit ekki behind the scenes í Euro að hjálpa okkur eitthvað með marketing sko Nei, í söngkeppni, sorry, alls ekki, ég má ekki segja Eurovision Já, það er náttúrulega, það er heit umræða í dag Það er nefnilega heit Förum aðeins í það, það er alltaf heit umræða Þetta er umræðan sem eitthvað DFF eða eitthvað mun pick up Já Það er örgulega einhver Sjáðu þig hérna Þeir muni pottit sjá Einhver fjölmiðla kall að hlusta á þetta Sjáðu þig sko Þeir muni pottit sjá frétt Mér langar að sjá bara nákvæma Bara Mér langar að opna DFF núna á sunnudagsmorgni og sjá bara nákvæma fyrirsögn Þetta höfðu Vibe að segja söngkeppni sjónvarpsins Bara eitthvað þannig Nú þegar ef við erum að tjá okkur Þið trúið ekki hvað þeir sögðu Já, andjóks, þið munir aldrei trúa hvað Vibe sögðu Nú með 3 mun láta þið bregða Jó, maður þau aldrei fengið svona fjölmiðla að segja bara eitthvað Vibe strákunni, gerðu þetta eða eitthvað Algjör skandal Það er að gerast
En sko það aldrei heit umræða núna með Ok, sko, áður við byrjum þetta Ég minnst pólitískasti gæi í sögu Íslands Same. Líka við, sko. Það er ekkert pólitík Sama hér sko Það er nefnilega stóra máli í Mér finnst það svo leiðilegt sko Það sko, það væri ógeðslega nett að vita bara, já, ég veit að þessi hérna gerir þetta En sorry, bara eins mikið langar að vita þetta Ég veit ekki neitt Nei. Og ef einhver vill taka mig bara einhvern enga fyrirlestur Bara fræða þetta, bara go for it Af því að ég til að læra hvað sem Það komi núna fréttir að RÚV hefur ákveðið að bara slíta tengslum á milli söngvakeppninnar og Eurovision sem persónulega ég myndi segja hefði átt að gera fyrir 30 árum af því að mér finnst þess að söngvakeppnin maður búin að alast upp við þetta er alltaf einhver nýju söngvar, ný atri, nýja hljómsveitir og hefur valla tekið eftir og eru svona komið upp á eins og Daði það vissi engin hvað Daði væri bara búum Diljá, nú er hann stórstjarna og hún stórstjarna bara hatar ég alltaf lið skilju og mér finnst þetta þú veist, mér söngvakeppnin fullkomin fyrir svona íslenska menningu þess vegna þarf hún ekkert að tengjast þú veist, keppnin í Eurovision þetta er bara sigurverðin fær að taka þátt og eins og núna þá er bara var það ekki að sigurverðin basically fær að ákveða í samræðinni við RÚV hvort þau vilji vera hana það var yfirlýsingin sem að RÚV kom með sko að þetta er sameiginleg ákvörðun hjá RÚV og sigurverðinum sem ef mér finnst þess að hafa eftir að vera fyrir mörgum árum í rauninni það er alveg mjög góð punktur og það er söngvakeppni í sjónvarpsins það er búið að vera sko óslega lengi söngvakeppni áður en við vorum að senda í áður en það byrjaði áður en að Eurovision kom inn í það sko þá voru söngvakeppnin frá 81 Já, þá var þetta bara lagakeppni Íslands, besta lag Íslands Já, svo leið, skilju Já, ég vissi þetta ekki núna Já, nákvæmlega, vinnarinn fekk bara, já, heyrðu, þú vannst hérna Þú með besta lag Íslands til hamingju, skilju Besta lag, það er ógeðslega stór orð, sko En já, þetta er ógeðslega áhugaverð umræða, sko Já, þetta er stór og þung umræða Já, ég er eiginlega samanlega Hvernig var þetta 2022 þegar Rússland fór inn í Úkraínu Þá var þá sögðu Finnland eða ekki að þau ætla ekki að taka þátt og þá komu fullt af öðrum löndum hótuðu að taka ekki þátt og þá var ákveða að vísa þeim úr keppni sem er flott og ég stið þá, ég held að við Íslendingar erum basically að reyna að láta gera það með RÚV núna nákvæmlega hann sko. og svo önnur lönd byrja baka út því ég held persónulega ef að RÚV segir við erum ekki að taka þátt þá eru fullt af öðrum þjóðum að fara ekki að taka þátt Já, alveg sammála sko en þú veist, ég raunin, ég og Matti náttúrulega Þetta er úrst að skríti út þetta áttu að vera ógeðslega svona skemmtilegt og hérna bara flippa dæmi í söngkeppnina síðan allt í einu er þetta orðið smá pólitískt sko og það er úrst að skrítið og þegar við erum alls ekkert pólitískt kalla þú veist, tjekka á katalógin við erum bara með eitthvað ríðum og Demi kalla Summer Baby þessi lög þýð ekki, það er engin pólitískur áráður eða eitthvað eins og bíómynd, það þýðir ekki neitt er þetta ekki bara tveir bræður að flippa? Jú, það er nákvæmlega hann Þeir eru bræður báði, það vita það mjög fáir Við erum að tala um það í svo mikið podcastum samt veita fucking enginn sko Þetta er galið Trúður enginn sko líka Trúður eitthvað ángrís enginn? Nei, við ógstátt ekki bara Nei, það er plata Víst eru við bræður, skiljum við hvað Það er ógstátt fyndi Mér finnst það fyndi Já En þú veist, eins og núna Sorry, en Eurovision Af hverju er Ísrael í Eurovision? Það er í Asíu út af því að hérna Nei, nú er ég bara á því að ég veit ekki Já, ég veit akkur, sko Þú veist það Það er út af því að, þú veist Ísrael, mikið fólki frá Ísrael er náttúrulega kemur frá Evrópu og Þýskalandi út frá þú seinni heimsstyrjöldinni og allt það skilju og þá Mér rámar eitthvað í þetta núna og með að hleypa þeim í Eurovision þá sína þeim þú stuðning skilju og allt það skilju þú veist, þetta verið mikið Evrópubúum þannig sem eru hana en líka alls konar öðruvísi liðið frá öllum heiminum en bara Ísrael hefur verið mikið, þú veist, bara hluti af Evrópu og menningun þar og allt það skilju En sorry, núna, ég har að muna eitt núna Af hverju er The Caribbean að fara að taka þátt í Eurovision? Já, ég sá það hefur ég hugmyndum Það er óslega fyndið Ég skil það ekki Caribbean, nei, ég sver ég sá okkur að fréttum þetta Já, ég sá það ekki Já, ég sá það líka, sko Þetta er ógeðslega fyndið Af hverju? Er það ekki hinum einn á nettinu? Er ekki Jack Sparrow að fara að mæta að taka lagi? Við erum svo stúpid Sjóningalag Við erum svo stúpid strákar Hvað? Ég googlaði þetta og það stendur The Royal Caribbean is official cruise line of Eurovision Það er bara sponsor Það er roska heftir sko Ég læst það villist Ég held að Karabía Já, ég líka Ég held það líka sko Þetta hefur bara verið eitthvað miskilningur Þetta er bara sá miskilningur
Við þrýr hérna flipkissan að miskilja eins og vanlega Það er ekki Já, það er ekki nýtt Við vitum, við erum mjög miklir óvitar við hálfvitarnu Við vitum eiginlega ekkert mikið sko Við vitum ekkert það En En við erum núna við erum að reyna að læra Já, nákvæmlega Við erum að reyna að læra Nákvæmlega En, já Þetta er mjög heit umræða En mjög Og ég sem minnst pólitíski gæi í heimi og veit mjög lítið þetta þá ætla ég ekki að tala eitthvað bilaslega mikið þetta Nei maður Auðvitað ekki sko En náttúrulega söngvakeppnin Ekkert pólitískt kjaftaði Bara guggur og Nei, hvað sagði hann? Ekkert bálega skætaði bara guggur og Og eitt ískaldur að kattum Við erum bara þar Heyru Hér á FM Ég var að opna rúf núna Þegar við erum að taka upp þennan þátt Það var miðvikudagurinn 24. janúar Og þegar þessi þáttur er komin út búið að tilkynna alla keppendur Þannig að nú er þetta ekkert leyndamáli Það er einn að frétta á Vísi sem skrifur fyrir 22 mínútum Grunar að palentískur söngvari keppi í söngvakeppninni Damn Tónlistarkonunni Ágústu Evu Erlendsdóttir grunar að palestínskur tónlistarmaður taki þátt í söngvakeppni ár Það sé ástæða þess að Ríkisútvarpið ætli ekki að taka ákvörðun þáttöku í Eurovision fyrir niðurstöðu söngvakeppni að liggja fyrir Þetta er gott sjátt hjá henni Já, þetta er líka bara hárrétt sko Þetta er bara hárrétt hjá henni Það er enna Bassar Múrat Já, Bassar Múrat Algjumestari Hann er að taka þátt með hérna Einar Stef Þannig að guðin sem var í Hatara Hann að Gimpi Já, þeir eru saman með lag Þeir eru saman með lag Hatari náttúrulega Ger ekki Hatari lag með honum Þegar Jú, þeir gerir Klefi var í Eurovision Ég var huge fan sko Ég er búinn að hlusta Klefi líka með 1,9 M sko á Já, they got Spotify plays Ég er búinn að Ég man ég var líka fan af Klefi Þetta var eitthvað svona Það var eitthvað Þetta er öðruvísi sko Það var öðruvísi Maður átti ekki vona þessu strák Nei, þessu Eitthvað Steins, Kæling Þetta er Tómur, Klefi Banger sko Það er gott, sko. Ég var ekki Þú veist, ég er ekki svona þungarokk skæ En ég fílaði þetta shit sko Já Og Ágústa Eva bara flott sjátjóðar Þú vissir þetta Hún veit þetta Hún er með sér þetta hreinu Já. Það er alls konar skemmtilegt lið líka að keppa sko. Það er mjög skemmt Hera Björk er að keppa Já, Hera er að keppa Það er skemmtilegt sko Ég er bara búin að skrifa undir blað Ég má ekki segja neitt fyrir þáttin Það er búið að tilkynna þetta Hann er undir samning hjá Vibe Ég er undir samning Þannig að Óli veit allt sko. Óli með info Ég er með info everything Hann er búin að sussa sko Heyri, ég ætla að taka þið smá Euroquiz Strákar Eurovision Og ég googlaði bara Eurovision quiz Varstu að gera bara með vorum að tala Nei, ég gerði þetta áðan Ég held að ákveða bara núna Ég er ekki búin að skoða þessar spurningar Ég veit ekkert hvort þetta sé erfiða spurningar eða ekki Og núna erum við að fara alveg úr söngvakeppnisumræðinni í Eurovision Eurovision sko, það er spennandi Já, which groovy song Ok, bara hvað hétt lagi hjá ABBA sem vann? Waterloo Og það er korrekt Yay, 1-0 Er ekki með Ding Já Nei, byrju Bro, ekki gefa mér exit Yay 10 stig maður, let's go Gang Botnið í línuna hjá sigurlagi Conchita Wurst árið 2014 Já, great Rise like a Phoenix Það er Gæðin með allt á hreinu Ég er búin að nullast í Eurovision sko Anyways Hvað heitir úkraínska hljómsveitin sem vann Eurovision með laginu Stefania? Já, ég maður ekki sko Vil ég fá valmöðuleika? Já Goa Já Shit, ég sé eftir að hafa satt valmöðuleikana Ok Kalous Orchestra Kalous Orchestra Loka svar, takk Ok Það er Já, ég myndi að því að segja það sko Þeir gerðu lag með hérna Baby No Money Er það? Rapparunum Ágústa fyndi Elska Bibi No Money Já, hann er ekki sko Which of the following Hvaða lög hafa ekki keppt voru ekki í Eurovision 2023 Hit it Brividi Cha 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 Heart of Steel og Du Vite Fyrsta to be honest, það er bara hár rétt hjá þér. Nei, takk Gæðin með allt á reynu sko. Ég er ekki svara. Martin er ekki svara sko. Ég veit ekki neitt að þessu sko. Ég er bara nöllast sko. Þetta eru spurningar síðan Ok, ég er að skoða spurningarnar. Já. Það er ekki eðlilega leiðilega spurningar. Já, gett. Já, þannig að við ætlum bara að fara úr þessu yfir eitthvað allt annað. Mástu inn á Já. Ef við ekki bara fara úr Nú er komin á 20 bara akkurat núna þá ætlum við að spila fyrir ykkur þegar ég, Matti og Hálfdán fórum í frasakeppnina akkurat núna. Hvað er það? Ég er að fara að segja ykkur frasa og þetta er basically Er þetta keppni hjá okkur að
Já, ég er bara að pakka það saman. Já, ég held það líka. Ég er ekki dægilega klár. Þú náður að raða Eurovision-lögunum, sko, þannig að þú ert ekki dægilega gáð. já, leiftir í 23 ár aftur í tíman. Þetta er næstu fáralegt, því. sko. Bara Heyrðu. 1 og 1. Þetta er ekki flókið. Er þetta bjöllspringa En- þannig? Já, Býtu, það er einhver takkarinn á borðinu, ég veit ekkert hvað takk þetta er. Nei, ekki. Sko, ég er að fikk, ég veit ekki hvað er ít á. Þú kom eitthvað Mér er komin í eitthvað hryllingsmynd, sko. Hvað er í gangi? Sko, þá, Hvað er meikir í þess? ég veit að ég get sett mín og takka, ég er bara ekki búin að gera það, sko. Já, það er Allavega, byrjum þetta. Ok, ég ætla bara að öskra strax. Þegiðu eins og fiskur í sjó. Har ég segja hvað það þýðir? Já, bara hvað það þýðir. Grjótlegt kjafti. Nei, þegið eins og fiskur í sjó. Já, Bara, dreftu þið. ég ætla að gefa matapúnt, það er bara ekki tala. Ok. Af hverju erum við ekki búin að setja tónlist Er það undir? ekki svo bara þegið, skilju? Nei, hei, ekki svona. Ég held að þetta var eitthvað Þegiðu fiskur í sjó. Þetta er svakalegt. 2 lög í einum er það. Only Gone Wild, sko. What? Sjö, það er svona smá beddu undir. I get. Þetta er kósið, þetta er kósið. Mér finnst það flott, sko. Ég finnst þig hérna. En af hverju Ok. myndir þú ekki segja bara þegið? Þetta er Hættu ömurlegur að frasi. rökra, ég vann. Hættu. Þetta er ömurlegur Ég vann. Ég samt innan frasi ekki. Ok, Ok. Ég gef það tröllunum. Erum við komin í eitthvað miðaldardæmi? Já, basically. Hvað er í gangi? Ég gef það Þeir eru að reyna að ná eldra fólkinu í Eurovision, sko. Já. Þegar þau þurfa að tala eins og þau. Já, ég gef það tröllunum maður. Hvað þýð það? Er það bara... Bara nákvæmlega eins og þú sagðir þetta. Ég kem alveg að fjöllum. Nei. Nei. Það þýðir bara að þú ætlar að þú veist, láta eitthvað hverfa, skilju. Bara... Þetta er bara mjög lett, bara mér er alveg sama. Hæ? Þú sagðir þetta bara, ég gef það tröllunum. Bara alveg eins og þú myndir segja, mér er alveg sama. Já, þannig þú segir eitthvað, Já, ég já. er með skriðin Já, hatt. næst Ég spurning er bara, bara. ég gef það tröllunum. Heiðu, aldrei næst, heyrt hnífur. Þetta er náttúrulega keppni fyrir því, mér líður ángriðs og ég sé einhverju morðkasti, sko. Já, ég líka. Með þessari tónlist. Mér finnst það flottu betti, ég þarf að finna betta. Við getum gert morðkast, strákar. Ég segi það. Byrju. Hún satt Já, ein inn í dimmu herbergi. Svo kom köttur. Hvað er kötturinn að Heyrðu, gera? heldum áfram. Hnífur sem myndi ekki skera blautan skít. Lélegur hnífur. Nei, bara gaur sem bara einhver, bara Veistu hvað, ég ætla ekki að hafa matapunkt, 2-0. lélugur hnífur. Hlutur sem gagnast ekki. Já, ok. Lélegur hnífur, flott. Veistu hvað, ég ætla að gefa það. Ég ætti að vera að fara að tala um eitthvað frasi svo mafs, eða eitthvað. Já, ég líka. Já, nei, já, ef ég væri með Old Bloods, Já, já. þá myndi ég setja það. En þú ert að koma með alveg hérna frasi sem Já. við þekkjum ekki. Ég elska Ég veit ekki hvort það er álur og frasa líka það. Ég vil lifa svo ólis, ég bara Ég held það líka, sko. Núna er þetta kannski ekki góða tími þá til að segja næsta frasa sem er ferskur, bandarískur og breskur. Hvað myndi ég halda það því? Að vera mökkaður. Það fórstu Prime. Nei, það get ekki Það er að vera góður á því. Vera slagur. Já, ég ætla að gefa punkt. Hress, léttur eða frábær í skapinu. Já, þarna. Það er punktur á Halfdown. Let's go. Hvernig var stíðin? Það er 2-1 til Marta. Yes. Það er gett. Let's go. Að hleypa veðri í pilsin. Að prumpa. Að prumpa? Að fara út í Stoppa slæmum fötum. Ha. Að prumpa? Að hleypa veðri Í pilsið? Í pilsið. Og þú sagðir hvað? Að prumpa maður. Já. Er það ekki? Halldór, hvað segir þú? Ég var að fara út í lélum fötum. Að vera illa klæddur. Nei, Ó, það er bara því miður ekki rétt. Þetta er að endurvekja gömul áhuga mál. Já, ég ætla að segja þetta. Ég ætla að segja þetta. Allavega. Og förum í seinasta. Já. Að vera með öndina í hálsinum. Að vera orðlaus. Mér núna vantar með takka sem er svona og ding ding ding. Mér vantar þannig takka. Já. Að vera með öndin á. Það er ránt. Annars. Já, maður þýtt að gera. Ég, gaur. Að rökka í kút. Ég gef ekki rétt. Það er að vera gífilega spennt fyrir einhverju Matti. Þú vannst þetta 2-1. Mögulega lélegustu keppundur sögunar. En það er allt í lægi. Þú allar á rústaðar keppni. Hver vann? Ég man það ekki. Ég man ekki hvað vann það keppni. Ég man ekki heldur Vá, hvað hvað þetta var skemmtileg keppni. Þetta var svaka keppni. Þetta var, vá, þvílík keppni maður. Þvílíkur hiti. Þetta er alvöru. Úr einum lið Já. í annan lið. Við tókum þekki ekki fyrir hana mánuði síðan, 1,5 mánuði eða 2 mánuði. Já, þau tókum upp original podcast. Það var ekkert ægilega leiðilega spurning að vera að segja. Því að það var allt búið til á staðnum. Oh shit. Já, ok, þú ert bara að segja okkur fréttir núna. Já, og
Ég ætla basically að gera að stela Þekki ekki úr blöðkastinu. Já, Nei, shout out. úr FM 95 blöð. Við náttúrulega referensum Ödda í lægin okkar sko, Já. big fans. Af því að við, þú veist, ég hlusta á hver einasta blöð þátt sko. Gætt Mér finnst það fyndið. Já, Og bara stöð sko þess vegna gef ég þeim sjátt af því að þetta er góður liður og ég er ekki með það góðan heila til að finna upp á Til að nýju. finna upp á nýju og bara Já, þannig að mér langar basically bara að If it works, gefa it works, sko, ég er og sammála. ég er að gefa Jón Jónsson og GTRN Spotify streams, þannig að þið geta ekki kvartað. Þetta er win. Þetta er win-win fyrir alla. En það er náttúrulega þau fá ekki streams til að hlusta á það, en það er annar mál. Nei. Jesus Allir átt að streama, gætla, Allir sem hlusta á podcasti hlusta líka lagið Ég er að gefa þeim streamið. Já, er lagið eitthvað að koma á Spotify? Já Bíómynd, Bíómynd. líklegast. Það fer eftir hvort að Alda skýtur eða ekki, sko. Nei, aldrei ekkert að skýta Alda skýtur aldrei. Þið náðu að setja jólalagið mitt. Ég sagði bara artist profile minni, þessi jólalagið kemur 24 og þeir græju þetta. Andri legend. Andri King. Litla legend, Við sko. segjum, það er svo mikið að senda á okkur, en eitthvað, hvernig gerum lag? Senda á Andra. Við erum bara að segja öllum að heyri andra sko En núna þegar þetta ævindri klárast, hvenær kemur næsta lag? Sko, Mjög við erum með stuttar. ótrúlega marga pælingar. Við erum með remix að laginu, Inga Bauer remix. Kemur, Vonan Já, ef við komumst upp úr fyrsta riðli já, ef við komumst upp á fyrsta leið, þá kemur Inga Bauer remix. af Ok. Bíómynd. Það Og er tilkynning núna Það er tilkynning, þið vissið það hér núna, þannig að við erum að koma með, síðan er það líka, we got an album, eða EP, Vibe check. Wipe Out. Vibe out meina ég, sem Við átt að erum koma út hvenær, fyrir ári eða 2 árum. átt að koma út í apríl eða eitthvað sko. Já. Þú veist, við erum bara búin að fresta. Þú veist, þetta átt að koma, það Summer Baby gerðist, síðan gerðist Summer Baby og síðan gerðist Tulltala og eitthvað, þú veist, þetta bara, Já. þú veist, nei, Tulltala, það átt að koma kringum það og síðan kom Summer Baby Já og síðan ætlum við að vinna sumari og Og þá kom þetta. Já, og síðan duttum við bara í þetta Söngkeppnin, mission í oktober og bara hættum að pæla í öllunum að söngkemni, sko. Við ætlum að fara í Þekki ekki. Ég skal fara út. Já, þú ætlar út. Og býtu, kveikjum hérna á Ef ástin er hrein. Ef ástin er hrein Sko, Hálfdán, þú þarft að fara út úr þessu herbyggi Já, út og með farðu, fram á gang. nei, farðu bara inn á kaffistofu og lokaðu þar. Ok. Og veist hvað kaffistofan er, eða ekki? Og lokaður, hún lokaður Já, af því að það heyrist alveg bila mikið, sko. Já Jón prófum Jónsson, það. sko. Heyrðu, ég fór á púðusigur daginn. Já, það var gaman Það var geðvitt gaman, sko. Hvað það gerir ekki? Út? Hvað ertu að leita af? Nei, ekkert, skiptur ekki. Hann er að leita Símonu sínum, Símasjúkur. Já, Heyrðu, Sæll, Mattías. Sælir kælir Nú er það bara við tveirina inni. Já Mikið var Og ég er með 5 spurningar í dag. Wow Það er alltaf mikið, ég er vanlega Það með er svolítið mikið, já. Það er alltaf mikið, sko. En já, við bara gerum það Við bara vinnum með það. Bara svara hratt Ef ekki bara svar, já, hvað finnst þér mest pirrandi við Hálfdán? Hvað hann er ógeðslega hægur og lengi að koma sér að hlutunum Bara lengi að gera allt Vá, það er þetta mjög gott svar. Bara hægur, Hægur, já eða nei, ég ætla ekki að ógæðislega hægur. Vákáðs fljótur sem Já, það svarir þetta er bara að bögga mig svo mikið Eða það? Veistu hvað er erfitt að koma um að fætur á mótnarna þegar maður fara eitthvað Þú veist, gaur, það tók mig 2 tímar að koma um rúmi fyrir þetta podcast, sko Hvernig vaknaði hann? Ég vaknaði klukkan 12 Vaknaði 12? Þú veist, ég var vaknað þá og... Ég vaknaði 9? Já, ég vissi bara hversu langur tíma það tekur að koma um rúmi Við erum sko 5 mínútur keiraðinga. Ég veit það Það er svona, skil ég ekki hvernig það var svona lengi að koma sér upp rúminu Já, allt er læm. Uppáhald skyndibiti. Ég ætla að henda í hérna Taco Bell Taco Bell. Já, Það er náttúrulega Það hætti það En það var mökk Herri, ég smakkaði Taco Bell daginn í fyrst skipti í Denver. Nú, hvernig var? Og veist, ég man ekki eftir að hafa smakkað Taco Bell. Ég hef pottit gert á nýsleginni. En ég gerði það, ég pantaði með, fekk mér einhverjum tacos. Líka Nice. fokkin ódýrt í Bandaríunum. Já, ég trúi því maður Og mér fannst það vel gott, en ég fekk mér aftur í næstu ferð. Og núna er Taco Bell bara... Nú er það bara hobby Já, nema í seinast þegar ég var í New York núna fekk ég ekki gott Taco Bell. En það skiptir ekki máli. Hvað er besta minningin þín með Hálfdáni? Úf, það er mjög margar sko Þeir eru náttúrulega búin að þekkjast í hvað mörg ár? Síðan þið fættust? Já, ég er búinn að þekka hann í 19 ára, hann er búinn að þekka mig 20 Nei, 19, hann er búinn að þekka mig 19 Shit, maður. Og þetta var Nei, þú veist, ég er náttúrulega 20 ári, ég er rugglaðist Þarna fóru allar heila frumuna mína. Já, ég nann ekki að jafna þetta lengur Besta minningin Örugglega Ég ætla að henda í hérna Örugglega bara þetta ævintýri sem við erum í núna sko Bara söngakeppnin. Já, ég held að þetta mun bara vera stór partur í okkar lífi
Já, þetta bara svona pröfu eitthvað nýtt. Algjörlega, þetta bara Ég hef aldrei komið fram fyrir svona marga. Nei. Þið voru alltaf samfés. Við vorum samfés. Það var gaman. Það var geðvikt. Tóku Summer Baby. Summer Baby og Óbæsla frægur Það var stemmari, sko. Það Það var voru grunnsalega margir að hoppa með, sko. Það var álfuru stemming að það, sko. Alvöru stemmari. Ég ætla bara að hafa þetta 4 spurningar. Ok. Ein spurning mjög líka einni. Skemmtilegasta útlandaferðin. Skemmtilegt útlandaferðin. Örugglega þið fór bara til London, þú veist. Þetta þarf ekki að vera með haldani. Nei, ég veit það. Mín örugglega þegar fór til London daginn, það, hvað, í byrjun, mars, senst ári. Daginn. Þú veist, mars og senst ári fyrir ári. London í mars 2022. Já. Ég skrifa það. Þú bara, grunnsamlega fljótur, bara 3 mínútur að svara sig eða eitthvað. Já, þetta er skemmtilega ferð, sko. Já, ég hef ekkert meira, mátt bara ná í bróðin. Hæru, ok. Og bara chilla inn á kaffistofu. Ég fer að fá mér kaffi og það er nákvæmlega hannig. Veit ekki hvort það sé kaffi inn á þessari kaffistofu. Nei, ég drekk ekki eins og kaffi. Nei, mér datta í hug. Já, nú er ég bara einn hérna á meðan ég býð eftir þessum lúfum hérna. En ef ekki bara hlusta á Jón Jónsson á meðan. Nei, get ég að renn, sorry. Skeit hann að maður. Tjúlega er hægir. Þarna. Sorry maður, ég er alltaf hægur og leiðilegur á því maður. Já. Máttur og eitthvað. Hvað séu gott? Hvað segir maður, hvernig gekk? Það gekk bara grunnsamlega vel. Hann var Var hann góður? mjög fljótur að svara. Ég er mega pepp. Verður mega pepp. Ég skal vera mjög fljótur líka. Matta að fara að pissa hann samt, þannig að getur tekið tíma. Ok. Hvað finnst þið mest pirrandi við Matta? Ég þóla ekki þegar hann er að vekja mig þegar ég þarf ekki að vera vaknaður, sko. Eða, það er svolítið mikið, sko. Það er þetta gott svar, sko. Það er alltaf ég samt gauð, ég veit það ekki, sko. Kannski þegar nei, ég ætla að segja það bara. Ég mér finnst það þóla gott. það ekki. Það er bara fyrst sem kom í hausinn, sko. Það er alltaf vekja mig, ok, við erum að fara eitthvað, mætti kláðan 1. Hvenær vakti hann þið seinast til dæmis? Bara áðan. Bara áðan? Það veikum alltaf, sko. Ég vaknaði við það, ég var hann að sofandi í rúminu. Svo svona opnaði augun og ég sé hann bara standa yfir mér, bara eins og eitthvað evil, eins og eitthvað Superman. Ég bara, what the hell? Sér hvernig spanaði þú þannig. Hvenær vaknaður í morgun? Sko, það tekur mér svo klukkutíma að vakna, sko. Já. Þannig að, þú veist, ef ég átti að mætti hringa 1, sko. Ég vaknaði, hvenær, 11:30 eða eitthvað, sko. Já. En síðan var ég bara svona snúsa, skilja, allan tíman, skilja. Já. Bara snúsa til. Hvenær varstu að sofa? 5, gærkvöldi. Ég var að klippa eitthvað. Er það meina 5 nóttina? 5 nóttina, sko. Já, ok. Það var mega sens að vaknaði svona seint. Hvað er uppáhalds skyndibitiðin? Go to bara, just, ég geta alltaf Dominos, heldur fint, skilur. Dominos. Hvað er besta minningin þín saman með Matta? Eitthvað sem þið hafið upplifað saman? Samfés, held ég. Samfés, þið hafið náttúrulega... Það var úrslega skemmtilegt. Hvað hafið, þið hafið náttúrulega þekkst aldrei lengi. Hversu mörg ár hafið þið þekkt hvernig annan? Ég og Matti kynntumst 2004, desember. En hvernig kynntist Matti þér? Hann bara pullaði upp heima, sko. Þú veist, það er bara brósi. Matti sagði, sko... Hvað sagði hann? Hann sagði, ég er búinn að þekkja hann í 19 ára og hann búinn að þekkja mig í 20 ár. Þetta ha? Hann er bara svo hægur, sko. Það er aðeins eftir á. Svo fattaði hann hvað hann sagði, sko. Og svo bara senst spurningar. Þetta er létt í dag, 8 og 5 spurningar, nema 1 spurning var ekkert eðla leiðileg. Okay. Og mjög lík einni. Okay. Hvað er skemmtilegasta útlandaferðin? Það sem poppar upp núna er Berlín í fyrra. Já. Út af bara að það var svo mikið movie, sko. Ég má eiginlega ekki segja hvað gerðist í þessar ferð, sko. 2023? Já, ég má eiginlega ekki segja það, sko. En þetta var svo ógeðslega gaman eftir á. Já. Sko, ég vill eiginlega ekki tjá mig þessar ferð. Gerði það bara svona lendamálaferð? Í rauninni, það gerði svo mikið að fyndnum hlutum. Þannig þetta bara stendur upp úr, ég veit ekki, sko. Ég vil ekki segja mikið, sko. Maður lenti í ævintýrum, sko. Já, ég er að senda... Hvað senda Mátt að koma inn? Já, ég segi þetta mátt jóma. Ég ætla að skrifa koma. Mátt jóma, mann. Jóma. Mátt koma. Jáma. Já, ég held að Matti ætti að fatta það, sko. Matti has notifications. Ég jappa mikið. Ég ekki eins og opna hurðina og kalla á mig. Nei, við nefndu ekki. Ég ákvað að senda þið bara SMS, sko. Sem ég að sniðið. Þið voru grunnsamlega fljótir, bara báðir á þessu. Já, þetta er... Við erum ákveðnir menn. Ákveðnir menn. Að því mann seinast, þetta tók svona ángríns 20 mínútur, sko. Já, það. Að því að, já, við töluðum aðeins svo mikið. Það skiptir eiginlega engu máli. True. Djúpa spurningur. Þetta er keppni, by the way. Flott.
Sá sem vinnur fær vinning. Nice. Nei, hættu. Og hvað er vinning? Ég er ekki ennþá búin að ákveða. Láttu hjóli velja. Já, ef að gera símat svo. Já. Já, gerum símat eftir þetta. Heyrðu, Matti. Já. Hvað, nei, býtu. Hálfdán. Já. Nei, ég ætla að spyrja Matta. Matta, hvað finnst Hálfdáni mest pirrandi við þig? Hvað er upp og þrengið við hann? Mér langar í smá nákvæmur svar. Hvað, nei, ég er bara alltaf böggast í húnum eitthvað einn. Ég veit ekki, hvað... Ég get ekki gefið rétt fyrir þetta, sorry. Ég ætla að byrja... Árin segi svarið. Hálfdán, hvað sagði Matti um þig? Hvað ég latur. Þú... Bara erfitt að vakna. Mér langar að gefa hann hálfa punkt, sko. Já, getum ekki hálfstík. Hann sagði hvað úrt ógeðslega hægur og sérstaklega þegar hann er að vekja þig. Þannig ég ætla að gefa Hálfdáni 1 stig þannig. Matti, hann sagði mest pirrandi við þig að þið úrt alltaf vekjan. Gauð, það þarf að vekja þig. Það vaknar aldrei. Fyrsta sem kom í, veist ég hvað er þetta pirraðar á mótnana? Þetta fokkaði Matti, ég er að sofa. Þetta ógeðslega leiðilegur á mótnana. Ég veit það, ég er morgunfúll. Mjög. Það var fyrst sem kom í hausinn, sko. Hálfdán, hvað er uppáhald skyndibitinn hans Matta? Það er ekki Kentucky, hann hatar Kentucky. Hann hatar Kentucky. Nei, Charlotte Choco, sko. En hérna Ég ætla að segja að Patrik er brjálaður að hlusta á þetta, sko. Brjálaður. Patrik henda honum frí að miða. Já, nákvæmlega. Gefa hann annars eins. Og Matti líka vann mér. hana, sko, hann ætti að fá frí sitt, sko. Heyru, eigum að ræða það áður tölum það. Í hvert einasta skipti sem ég fyrir á KC og biðum kalda barbekjusósu eða kartöflukrydd eða rör, ég fæ það aldrei. Þetta er skrítið. Ef ég fæ það, mér línum svo ég vinn í lottó. Þetta er rare. Ég sammála það, sko. Þetta er weird. Já, allavega, hvað sagði Matti? Hann hemdi í hérna eitthvað kínamatana eða eitthvað. Nei. Hann sagði Dominus. Það er ekki rétt. Hann sagði Taco Bell. What? Sem er eiginlega Basically Kenny, sko. Já, basically Kenny, en núna má það ekki verið sama húsnæði eitthvað kjaftaði. Já, hvað veist sem. Matti, hvað sagði Hálfdán? Hann sagði Kenny. Ég sagði ekki Nei, ég meina þetta hérna, sorry. Ég gleymi alltaf hvori hvað. Það eru Dominus. Hann sagði Dominus, Það er bara classics. boring svar. Já, mjög boring svar, sko. Matti, Já, maður. hvað sagði Hálfdán að vera besta minningin ykkar saman? Öruglega þegar þetta söngvakeppnisferli bara öruglega. Great. Það er átt, hann sagði Samfjess. Ég hugsaði það, mér er svo fallegt moment þegar voru tveir hana fyrir 3.000 manns að hoppa eitthvað. Var það ekki 5.000? Jú, 5.000. Já, eitthvað þannig, hljóma betur. Það var þetta gaman, sko. Það er mjög gaman. Og Hálfdán, hvað sagði Matti? Ég ætla að segja það er væntanlega eitthvað vibe shit, sko, þegar við erum búin að bralla svo mikið núna, en kannski er það MH kvikmyndir. Það er kvikmyndafyrirtæki sem byggur til þegar voru svona 10 ára. Fyrirtæki með virðisauka skatt og allt það. Já. Við kennum til og hvað. Það er ekki rétt. Hann sagði þetta söngvakeppnisævintýri. Þetta er fáir punktar. Ég held að þetta byrjaði svo vel eitthvað. Já, það er trú. Hann sagði söngvakeppnisævintýrið. Já. Og Matti, nei, Hálfdán. Já. Hvað er uppáhalds utanlandsferðin hans Matta? Þetta er for the win, by the way. For the win, sko. Ég ætla að segja uppáhalds utlandsferðin hans er ferðin sem hann fór í daginn til Póllands. Það er ekki rétt, hann sagði þetta var ferð daginn í mars í fyrra og hann fór til London. Ok. Anyways. Sem var daginn. Allavega Matti, þú getur Herru, ég ætla að segja Berlín. Það er hárur rétt hjá þér. Heyrðu, Það er ekki manna ekki sem gæði. nei, Þessi ferð, sko. ég held að við köttum þetta bara hér, bara stórmeistar jafn til áður fyrir mig eitthvað rifrildi og eitthvað. Já, Það er svo mikið sem ég á eftir að tala hérna. Já, hvað er maður? Ég ætla að byrja að taka ykkur Instagram spurningar sem ég gerði hérna. Kom eitthvað real ones, real questions. Eitthvað hardcore shit. Veistu hvað ég var að fatta? Já. Það er Ísland-Austuríki akkur núna. Hvað er að vinna? Það er 7 myndir búin og Ísland er að vinna 4-2. Boom. Og ég setti í Coolbet seðalinn minn, við erum náttúrulega í Coolbet stúdíun núna, Sjá. að Aron Pálmarsson myndi skora 3 mörk og hann er búin að skora 3 af fyrstu 4 mörkunum. What the hell? Hvað er easy? Takk Aron. Easy money. Takk AP.
Nú þarf ég bara Þýskaland að vinna á eftir. Allavega Anyways Instagram spurningar. Ég setti á Instagram box í gærkvöldi. Já. Og það komu bara svona nokkra spurningar. Já, hear it Fyrsta já, ekki spurning en það stendur, ertu sturta því ég vil fá þig þurran inn. Já, ok, við leysum þetta ekki. Tómas segir, hvernig kemur nýtt lag að plata? Bara núna. Bara fyrir 10 mínútur Já. Það var að droppa Það var bíómynd á Spotify maður Hvernig var að vinna í Vatnaskógi? Ógætlega skemmtilegt. Er að vinna, sorry. Það er ógætlega skemmtilegt. Ég elska, það er svo ógætlega gaman. Þetta er bara eins og verið frí en fór borga fyrir það. Og það er bara skemmtilega með góðum vinahópi og síðan er ykkur krakkarna líka. Það er ógætlega skemmtilegt. Er viðrekstur eitthvað feimnismál? Hvað er viðrekstur? Ég er að prumpa. Já, og getið gíska hver sett þetta? Guðjónsmári. Það er hárið til okkur. Já, Bergur segir, nóg sagt sömmurguggur. Hvenær kemur vetrarbaby? Við höfum alveg pælt í Við að actually gera vorum að pæla í að gera það sko. En Bara um jólinn þá var bara, guður, við hendum í Winter Baby. Svo kemur hann eitthvað, var ekki gaman að spila þetta balli? Var gaman að vera þetta balli? Já, mjög gaman. Þetta balli? já, Það er mjög gaman. það var alltaf gaman. Alltaf gaman. Alltaf nema gaman fyrir þetta eina ball og við tölum ekki um það ball. Hvenær Já. gerir nýtt lag? Hvenær kemur nýtt lag? Þekki Bubba Mortens? Nei, hann vildi ekki tekja höndun á okkur. Ég neita að taka Það var- Ég Nei, heitt hann daginn, hann var What? mjög næs. Geðveikt. Tókur höndun á þér, eða? Þú heitir hann- Já. Þú gerir eitthvað, heitir hann ekki kringlun einhvern mann? Jú, svo heitti hann bara aftur inn daginn. Geðveikt fyndið. Næs. Bara nokkuð í þessu stúdíu, hann var að taka upp með The Cope Father. Nó. Það var ándýrt sko. Er ég ekki kóngurinn? Jú. Segir Arnar. Arnar maður, sjá rátt. King. Hvernig kemur lag með Pretty Boy Choco? Við eigum actually lag með Pretty Boy Við Choco, eigum sko. til Fokka með brámaður. Wow maður. Ég rakst í eitthvað takkaðan á borðinu, þannig að ég geti séð þetta. Við eigum lag með Pretty Boy Choco sko. Við höfum ekki farið að klára það. Nei. Við gerðum það bara í sumar sko. Hvað Og heitir síðan- Það heitir On The Low. Akkur heiti ég Vibe. Bara þegar það er svo mikið væp, skrifum. Bara við þurftum ekki alltaf að útskýra tónlistir okkar þegar við vorum að byrja og vorum bara, hverju þurfum eitthvað nafn sem að segja bara hvað sem, þetta er bara vibe, þú er bara að vipa við þetta skilur og þá fættu, jó, akkur heitir ekki bara vibe. Og sem spurning, hvað fekk ykkur til að byrja að gera tónlist? Ég var alltaf eitthvað að brugga eitthvað, protta eitthvað. Bara eitthvað að leika mér eitthvað, bíbú, bíbú, gera eitthvað beats. Eitthvað bíbú bíbú. Já, gera eitthvað beats og hálta á eitthvað að jappa yfir þau. Og koma eitthvað og söng eitthvað yfir. Enn og aftur eru Jón Jónsson inni, ég glemt að slöka á því. Allavega. Heitt. Og svo bara gáða út. Já. Period. Og í þessum tölu orðum núna, eftir 41 og 20, þá ætla ég að spila fyrir ykkur. Hvað ætla ég að spila? Við fórum í legasögur. Já, lega sögum með. Það var svo góða legasögur senast, ég getum ekki gert það aftur núna. Nei. Það var alltaf mikið hlausögur að finna nýja sögur og það var svo góða sögur síðan. Já, Þannig að ég ætla að fara að spila það akkurat núna. bang. Þetta er minn uppbólslegu sem heitir Legasagan. Okay. Já. Og ég baði ykkur, þetta er basically copy-paste af D-litunni. Sjáttu þá konga. Já. Matti bara, hæ, hvað er það? Ég veit ekki hvað er sko. Ég veit ekki hvað er. Þú veist sko bara Palli er. Já, ég Já, kann. já, já. King. Þeir eru með sko podcast sem heitir Kjaftaði, Já. sem er mjög skemmtilegt podcast fyrir að segja. Gett. Sjáttu þá. Og basically er ég að herma eftir þeim. En ég veit að Palli elskar mig og ég elskar Palla, þannig að hann mun fyrirgefa mér. Ok, það er gott. Þannig að Mikið lást, mikið lást. nákvæmlega. Og ég kalli þetta bara Legasagan. Þannig að ég baði ykkur um að koma með sögu. Já. Já. Og sko podcasti á þeir eru með heilan klukktum á þátt bara með gestina sér og sögur. Já, mennar. Nú erum við 2 gesti, þannig að Já. það þurfa að vera rosalega stutt á sögur. Já. Já. Haldur, þú byrjar. Nei, já, ég Þetta eru byrja. sem sagt 2 sannar sögur, Einn lí. ein lígi. Ég hef búin að skipta á milli að segja. Nei, byrjum bara á einum í einu. Matti, þú maður byrja. Nei, byrjum Þú ert þér. með allt þitt á hreinu. Matti, þú byrjar. Ok, flott. Ég var að fatta náttúrulega að þeir vita pottit svari hjá hverju Já, öðrum. já, við getum ekkert gískað okkur dörum, sko. Þetta Ég er þarf svolítið á basically þér að gíska. Já, svolítið Þú á ert þér. ekkert að gíska, já. Svona flott. Herðu. Ég hefði kannski átt að koma með sögu fyrir ykkur ekki, sko. Já, okkur gerða það ekki? Ég veit það ekki. Óli, hvað ætla að láta okkur ykkur heimavinnu en ekki þú? Ná, herru, ég er the host, ég gera það sem ég veit. Herðu, ok. Tilbúina. Ég er tilbúinn. Herðu, ég vann Fredrik Dóri Chuck-keppni þegar ég var 12 ára. Jesus, almatur. Það er að segja söguna. Ég byttur Hann er bara komið titlana, svo spurðu spurninga. Síðan spyrir spurninga. Ég keyrði út á tvisvar á innan við ári og mökkaði 2 bílum. Ok. Ég hoppaði þaki á sumarbústað ég hoppaði þaki á sumarbústaðum okkar með fallíf og fekk þetta á hausinn. Sko, þetta er rosalega mattalega sögur, sko. Ég veit það. Það meikir allt sen, sko. Fyrsta samt, Chuck-keppni með Frikadór. Hvar var það? Þetta var í Laugardalshöllinni. Hvað varst að gera í Laugardalshöllinni? Ég var að leika í Jólkastum Björgvins. Sko, það meikar alveg sens, sko. Núna væri ég til að googla hvort að Frikadór var á þeim tónleikum, en ég ætla ekki að gera það. Ég ætla ekki að svindla.
Veistu hvað, það er low-key góð saga. Ég trúi low-key þar. Það er ekkert að segja neitt annað þess að sögu það. Nei, við viljum að hafa þetta bara mjög quick, sko. Ok. Af því að þeir eru 2 núna, sko. Já, mikið Ég skilji. Ef það væri 1, þá væri ég, sko, Það væri að komin- interrogata þig, sko. Djúft. Ég væri að spyrja hvernig fötum Frikidól var í, sko. Bíllinn, hvað ertu búin að bílprófa lengi? Hvað? 2 ár núna? 2 ár. Hvað Já. bíl ertu á núna? Ég er að selja spark. Blár. Blár. Súsaðalegi. Nei. Jú, Hún er súsaðalegi. Þú spurðir ekkert nei. Jú, súsaðalegi, ég er búin að ákvæða missar. Já, hún er ekki lígi. Er hún senn? Hún er sann. Hálfdan, er hún senn? Ég mista þessu, hvað sagði það? Ég mökkaði 2 bílum. Er hann búinn að gíska? Ég er búin að gískaði gíska, strax. ég er búin að gíska, ég ætla ekki svona að heyra saumabústaðasöguna. Af því að kemur ekkert þóra þú er að hoppa með Hún eitthvað er fallíf. alltaf kæft að þið. Er hún kjátaðið? Hún er kæft Þetta, að sko, þetta er sko, number one fact um Matta er að hann mökka bílum tvisar á mánuði. Já. Ég er náttúrulega búin að muna eftir þessum bláa spark bara í 2 ár. Keft sér nákvæmlega bíl, sko. Nei, Af hverju nei, myndirðu ég átti kaupa- hvítan. Já, það var Þú kefti með bláan. Ég sér upp með eitthvað bláan alla hérna æfi. Nei, ég átti hvít, ég átti fyrst hvít. Shit, hvað ég var kokki hérna, heyrðu. Svarta hjóndu. Herri, ég lærði af þessu. Ég þarf að spurja fleiri spurningar. Ég er náttúrulega beginner í þessu, sko. Já, þetta er ekki, já. Shit, þetta hefði verið svo gott að hérna áður sem maður. Shit. Það hefur verið gaman. Það hefði verið fínt, sko. Já, það væri náttúrulega geðið, sko. Já, en svo, maður fær ekki allt sem maður vill. Ég var svo kokki með þetta, maður. Ég veit Svona það er þetta. alltof. Svona er þetta. Já. Ha, ég segja. Hvað er með söguna? Herru, ég var rekin úr grunnskóla Já. og ég rissaði upp löggu út á landi. Það er lakkar að, sko. Nei, ég bjargaði mér frá sekt með Byrja að tekla bara. Já, sorry, næsta- já, Tekla bara, já, kæta minn. já, og ég fann að ég var með 3 niplur. Ha? Já, Meira þess að bróðu þinn veit Þú ekki veist þessa sögu. þú veist þetta. Ég veit ekki neitt, sko. Jú, manst ekki. Og ertu maður að gleyma þessu? Hann er potið búin að gleyma þessu. Ég er örugglega að glemma þessu, sko. Svo kemur já, ég man núna. Þetta Já, grínast 100% sko. þetta er heimskur. Já, Heiði, fyrsta sagan, já. rekin úr grunnskóla. Já. Varst einhver ofbeldisskrakki, eða? Ég var vesenskrakki, sko. Ég var líka með mikið munnlegt vesen, sko. Ég var alltaf bara að rífa kjátt við alla með ógstu mikið vesen. Þetta var svona í 5. bekk. Ertu ekki mest að kirkjubart bara Ég söguna? svo er það. Nú er ég svo mikið yndislegur og góð strákur, sko. Já. En það í 5. bekk að vera bara með reyðisvandamál, sko. Og síðan þurfti bara að henda mér okkur lyf og ég slaka núna, sko. Hvað var þetta, salaskóli, eða? Já, sálskóla. Hvaða skóla fórstu í eftir og varst rekin úr Þetta fór salaskóla? í svona, þetta er skóli í Úr í sveit? nei, hann er í Hamraborg. Ég veit ekki hvað skóla það er. Það er svona lítið skóli, það var bara 5 nemendur í honum í einu og sem alltaf skipt út. 5 nefnendur. Já, ég er ekki tjóka, sko. Og ég var bara út, ég var með vesenski í skólanum þegar bara, já, er ekki bara best að færa þið yfir þarna? Og síðan Hvað varstu lengi í þessum skóla? hálft ár. Hálft ár? Já, eða hálfa, ég tók helmingin af 5. bekkana. Þetta er bara hann, sko. Ég veit ekki hvort þú setja geispa eða hissa, sko. Nei, ég er ekki þess að. Ok, Ég mátti ekki gefa neitt. Nei, ég veit það. mér langar að heyra á Riss-söguna við lögguna. Herðu, við vorum ég og Matti að spila út á landi og Hvar voru að spila? á Egilsstöðum. Nei, þið Reyðarfirði. Reyða fyrir Þú þið? mátti ekki segja neitt. Ég hjálpa þér að muna, Gefa neitt fram Já, en við vorum ég var að keira og ég var alveg að keira á réttum hraða alltaf, sko. En síðan vorum við að keira hana aðeins og hratt og akkurat lögga fyrir framann. Þannig hún stoppar okkur Hvað varstu að keyra á mikið? 117 eða eitthvað. Ok. Það er smá skellur, sko. En hún stoppaði okkur og var bara, jæja, hvað er þið félagin að gera? Og Við erum bara að fara að gigga. já, við sögðum það bara, ég er bara að fara að gigga og mér finnst þú svolítið flottur og svona. Það varst að Riss gæja? Þetta var geðið ykkur, sko, hann stemmir smaður, sko. Ég segi rissa og meina ég svona, ég er aðeins að íkja, sko. Og náum að sveigja okkur, sko, út úr sektinni með því að segja við vorum vibe. Basically. Og vorum að tala um eitthvað, nýr bríet kollabana, ertu ekki bara að smakka kollabin, maður, verður að smakka kollabin. Þannig að það var Og bara hann um var bara að daginn? hlæja. Nei, ja, þetta var kvöldið, sko. Já, var þetta um daginn? Já, þetta var Bara fyrir nokkur dögum? Já, svona mánuð, 2 mánuð með eitthvað. Já, ok. Og náðum að slæta okkur í gegnum þess að sagt með því að vera já, við erum fara að gigga ógsta spenntir og við erum með nýjan kollab og allt gengur í hæginn og gaurinn var bara að fóra að hlæja og hann var stemmismæður og sagði bara, já, ok, vanlega þá gef ég öllum sagt en í þetta skipti þá farið að sleppa bara í þetta skipti, þannig að það var stemming, sko. Og síðan sagði hann unbelievable, sko. Já, og segð mér hana. Ok, þetta er fucking wild, sko. Basically,
það var alltaf eitthvað ég var með eitthvað bólu hérna ógeðslega lengi ég var ekkert að skilja í þessu þetta var ekkert eðlilega skrítið Var þetta bara fæðingablettur? ég veit það, nei, þetta var svona, kom svona út skilur mjög spes og ég var með hérna við varum að sína eitthvað með ömmu og okkar við skildum ekkert í þessu þannig við tjekkum og þetta var búið að vera bara í ár skilur Hvernig var þetta? Þetta var, þú veist, 2000 og ég veit það ekki 15, 14 eða eitthvað bara way back, kallinn var bara 10 ára eitthvað, ég man það ekki ég var bara Youngblood já, og síðan förum við hérna til læknis og hérna hann segir bara, jó bró, þú er bara með aðra nipplu Þannig að þú ert með 3 ég er með 3 nipplu, sko Ennþá í dag? já, ennþá í dag, ég er ekki að tjóka Þetta lúk, þetta er sko ég er ekki að tjóka, þetta ljómar þetta er bara real life, sko Sko, já, þetta er low-key góð saga Já, Mér ég langar að trúa henni þetta er bara galið, sko Ég held að þú sér ekki með ímyndunar að bli að hugsa þetta Ég held að löggusagan sé lígin, sko eða, Já, af því að ég held að þú varst bara að hlusta á blöð daginn í gær já, og bara copy þessu sögu ha Ég segja löggusagan er lígi það er fake news, gerðist þetta í blöð líka, eða? Eða þú veist, þegar Steindi var sektar á stöðum alveg, ég held að þú breytti smá Já, nei Við náðum að sleppa úr sekt þarna Já. Nei, ég er ekki með 3 niplur, takk fyrir Ég var bara að Jésús, veistu samt hvað þetta er góð TikTok-klippa til að fá fólki til að hlusta á hana þá Ég ætla að gera þessa klippu bara, ertu með það? Og þú bara, já Og svo bara, hlusta á fólk Ekki segja líka að það var verið lí Líka voru komin hérna 42 mínútur inn í þáttinn Fólk þarf að hlusta í 42 mínútur til að heyra þessa sögu, sko Þetta voru góða legasögur, strákar Wow, Mjög góða legasögur Legarar við lega pjakkarnir Við maður erum komin aftur í rauntíma Trúi ekki, Ólega trúi að ég var með 3 niplur, sko Það er Já. wild, sko sem er stór, furðulegt Já, þú veist bara, já, mikið þess Já, ég er ekkert aðeinslega lélegur í þessum leik Bara ángrið Ég trúi því ekki maður Það var alveg prank Ég ætla að taka ykkur í Brain Freeze okay. Hvað það fyrir? Ég mun koma með spurningar Já Hafið spilað Brain Ég Freeze fokkin góður í þessu leik, já Fóru við í það? Ég held að fóru nefnilega ekki í það Ég veit ekki hvað Við það erum þetta lang skemmtilegast liðurinn í podcastu Hvað er þetta? Þetta er bara að þú segir hluti Þá Ég- veist ég að veist ég hvað að segja Ég Já, kem ég með, veit, ég fatt ég kem með eitthvað ákveð eins og lönd Byrja þú, Ok, á ég segi hvað land? segðu eitthvað land Ísland? Já, og svo kemur Bara Östuríki Akkur þú segir Östuríki? Hann á bara að eitthvað nefna land, eitthvað maður, land. eitthvað land, sko. Ó, ok, maður bara nafna eitthvað, ok, Já, ég skil það leiknum bara eitthvað Þá getur Ok. einhver klúrar eins og Ok, nú varst þú að klúra ég skil Þanga til að einhver bara literally brainfartar Ok. og það kemur bara ekkert upp í hugan Ég tegði það Ég er að pakka maður það saman, sko Já, þú ert að fara að gera það Hey, wow, gett Já, það er basically hvað ætlum að gera og ég ætla að finna hana intense tónlist Já, nice Sick og hún er svona Já, tónlistin gerir þetta miklu erfur, sko Æi það er keppni Já, nice Ég er að vinna Alright, Já fyrstu Ertu með, Ég er bara dómarinn sko Ok Íslenskir söngvarar Ég byrja og Matti byrjar Friðrik Dór Páll Óskar Jón Jónsson Herran Nýtsmjör Friðrik Ómar Aron Kahn Birnir Rúrik Það megi líka vera hvernmenn Hvað sagðirðu? Jón Jónsson Það er komið, sorry Þú sagðir áðan, Nei, það Friðrik Dór Nei, þú sagði líka Jón Jónsson beint eftir það, sko. Shit, Þannig maður að- Tökur rántöð Það er 1-0 fyrir Helldown Nice, easy Ég sagði bara allir æskæði, sko Ég hugsaði Já, Það var snið þegar ég var ekki að pæla neitt svona dót alright Hlutir sem þið finnið í fermingu Hver að byrja? Haldan Kaka Kerti Fermingabann Dúkur Fóreldrar Biblía Gestir Skór Fermingakjóll Úlpur Jakkafött Fatahengi Kjólar Herðatri Hælaskór Borð Gleru á fólki Væntanlega Diskar Hníopur Kaka Glas Það Ég er sagði kaka komin í fyrsta, kakan sko. Komi kaka, hvað er Bang. auðvitað? Það er komin Þetta er leiðilega leikur Nei Þú ert bara Þú bara tapt sökkar Vanalega er ég með 3 spurningar Já. Já, tökum við þegar Þetta er bara skemmtilegt. Vanalega er ég með 3 spurningar Þannig er best á 3 En ég gerði 5 spurningar í dag Já, nice Ó, Einhvern veginn leið mér eins og Matti var svona leilaur í þessu Já, ég er bara hrikalegur sem leik, punktur En það er alltaf Period. læg Og Matti, núna færst þú að byrja Og it's to redeem yourself Þú tilbúin í það? Nei Ekki tilbúin í það Væntanlega Bara byrjum tilbúin. það Þetta eru teiknimyndir Ok Og áður við byrjum Það bannar sig að Toy Story 1, Toy Story 2 Ok, nice Enga framhaldsmyndir Það má eins og Finding Nemo og Finding Dory
Þegar það heita öðruvísi En það má ekki vera Númer 1, númer 2, númer 3 nice. Og þú byrjar Brave Nemo Finding Dory Björn bróður Bóbá Ég meni Akkur þetta ekki Bara einhverja teiknumyndum átti Það fyrir ekki Oh my god Veistu hvað það er mikið að teiknumyndum með Ég veit Ég var andri komist að ég var komið 20 í hausnum Ég var bara ekki að pæla sko Hausminn er ekki virkandi núna sko Þá get ég bara að spara hina Já, ég gefðu ykkur öðrum þetta smá skilið Þetta í mér, Matti Rúst Ykkur smá þetta skilið Já, þetta ekki skilið Jésús, sko Heyrðu, ég var að taka eitt Tímat svona í lok þáttarins Af því að þegar ég er að Ég vil persónulega Matti taka það, sko Já, Nei, þegar hann ha, Hann er góður í þessu, sko Er ég góður í þessu? Já, mástu þau hringdu mér hérna rúfana 2 nóttan einhvern mann þegar vorum að kæra Um nótt? Nei, hérna rás 2 einhvern mann Segjum þú ykkur beina útsendingu og byrjum að byggja tölu tala Já, það var bara Ef þú varst að leika gamlan kallar, úrslega fyndið og bara segja að spila Gætir þú spilað klukkan 2 nótt líka Það er engin vakandi Vessi ykkur væpur við? Hæ, nei, við veit ekki Það er gett Við ætlum allavega Það var enda bara svona 10 letið eða eitthvað Af því að við erum að fara Við erum að fara að taka upp þátt núna Bara beint eftir þennan þátt sem heitir Símaður bara Þannig að ég, Guðjón, Sebastian frendi við Þið megi alveg joina þið vilji Ég Matti tekur eitt Ég þau veit Það sem eru heill þáttu bara símaðum Bara það kemur mjög fljótlega Og Shit. Ég býtu, tali Já, halló Já, halló Hvað ég var að segja? Ég var bara að jappa eitthvað Heyrðu Heyrðu, hvað ertu með það? Ertu motherfucking Hvað ertu með? hjólið, Hérna erum við með símaats hjólið Ok. Og hvað gerir símaats hjóli? Jú, það ákveður hvernig símaat þið ætlaði að gera Ég hef alls Sko, ég skal gera eitt Við Hálfdan gera eitt líka Já, ég sökka samt í svona hjólum, sko Hálfdan gera líka Ok. Alltaf þegar ég spila hjólið þá tapa ég Ég hef aldrei unnið á Þú ert hjólið. líka fyrir síma þú veist það Já, ég til Ok, hver vil byrja? Matti? Ég skal byrja, hvað er það? Ok, ég ætla að snúa hérna hjólinu Og Matti, þú þarft að gera Gallup-könnun Já, næs Ég bara, sem könnun er ísíasta símarekkurum myndi ég segja Nema Haldán, Já, þú fara að velja hvaða könnunin að vera já, great En að gera könnunum Ef að tengja þetta eitthvað söngkefnina Nei, ég held ekki Nei, bara gera könnunum Hvað er Gallup að gera könnunum, sko Ég veit ekki Gallup, sko Ég veit Bara- heldur ekki Bara hvað er hérna Hvað er þín skoðun á hérna Nei, gera könnunum Uppáhals Og að gera kynlíftæki Gera ekki það Já, þú voru að byrja þetta þá mjög Þú voru að byrja þetta mjög easy okay? Þú voru að byrja bara Sæll, Baldur heiti ég hjá Gallup og ég er að fara að gera könnun örstuttakönnun sem tekur 2 mínútur Byrja bara, þú veist, hvað fekkstu þér í morgumat og ertu ekki bara ferskur í dag og svo bara hvað er upp áttu kynlífstæki, þú veist, eitthvað þannig Já Það ekki, þetta er Gunnar, hann er frá Akureyri og ég ætla að mjúta okkur Jesus Christ Ef að Gunnar mun sem sagt svara þá þetta er bóndi á Akureyri Halló? Já, góðan daginn, er þetta Gunnar? Nei, hann er úti. Hann er úti og hvernig er þetta að tala við? Þetta er kona hans, Já, hvað heitir þú? Doris. Dorrit? Doris. Hvað segirðu? Doris. Dorrit? Já, Já, blessuð, sæl, heyrðu Baldur heiti ég og hringir hérna frá Gallup Hefurðu 2 mínútur? nei, ég ætla ekki að fara í þetta, takk. Þetta er bara stuttkönnun, þetta tekur 2 mínútur Hún skellt á Ok Þetta var satt Þetta var Heitir hún ræðilegt Dorrit? Ég held að hún heitir ekki Dorrit, nei Hún sagði já Ég ætla ekki að taka aðra, nú ertu við Hálfdán Ég held að hún gafst upp á þér Halda, þú bara tekur núna Og ég taka nú Veistu hvað, fuck it, ég leiði það, það er bara 1 tíma Já, bara 1 síma, heyrðu, þetta var bara Hún er skellt á Ég get ekki svona síma, sko Já. Ég fæ svo mikið svona kjánarhóll, sko Tilbúin Já. Og við snúum hjólinu Og það er Gallup aftur, bro Ok, hvað er ég gera könnunum? Bara nákvæmlega sama Já, ertu með eitthvað óskanafn? Þorsteinn, takk fyrir, hringdi ég það Þorsteinn Já, hitta þessu maður Jesus, mísu, sko Allir sem eru að horfa bara sorry, sko Þetta verður slemt, sko Þorsteinn Þú ætla bara að gera það sem þú baðst mig að gera Ég bara mættir líka podcast, sko Ég var ekki búist að vera að hrella fólk til bæ, sko Eurovision keppur, nei, söngvakenniskeppundur gera síma Ég er að segja það, þetta er slemt, sko Þorsteinn Hún er ekki búin að svona Ég heita Sebastian
Ég það ekki félaginn það Þorsteinn Halló? Þorsteinn Já, ertu mættur? Já, ég er mættur Hvað er þú? Já. Ég er hérna í kaffistofu. Herru, flott ég er bara á leiðinni hérna Já. Hvað segir hvað er hérna, já, geðveikt bara, hvað er ég aftur að fara að gera, ég búin að gleyma því Ég man það ekki heldur. Nei, já, Hvað, þetta er skrítið Við hvernig er ég að tala? Sebastian? Aftur. Ha? Sebastian? Já, og þú ert hjá hvaða fyrirtækja? Ég er hjá hérna fiskiverksmiðunni maður Ha? Fiskiverksmiðunni maður Er ég komið fiskinn? Fiskin? Já maður Er það ekki það? Er Þú ert eitthvað... ekki fiski í ammali? Já, fiski kóknum í Þorsteini Er það ekki? Hvað segirðu? Er ekki fiskikall? Fiskikall, jú, ég er það. Jú. Hlaut að vera Það er harðfiskur. Já, harðfiskur, já, við mætum með harðfiskinn og Já. ísuna og allan pakkan maður Ekki, Já. það er bara nákvæmlega þannig ekki að kjaftaði bara allir slægir, Já. sko, það ekki? Herru, flott segir maður, það ekki Já, bara já. Herru, ég er bara á leiðinni, út inn í kaffistöðu, ég kem með harðfiskinn Herru, flott Segir það. Já, segir það, já, bæ Blessaður. Þetta var hræðilegt Þú getur ekki að galopkvík Nei, út af hann var bara, ég var komin, ég bara, já, what the hell Ég fannst það gott bara Já, ég er að tökja þér sko Ég er fiskikallinn Þetta Þorsteinn fiskikall, what the hell Ég líka glemdi alveg að segja hvað hann vinnu við Og hann er rennismiður Rennismiður Það er svo gott, ég er ekki Já, bara intro eitthvað sko. Ég kom ekki sem með hérna gallupi sko Þegar þetta var alltaf Mér finnst alltaf gott Þetta var mjög En gott það sko svo fyndið það bara að þú mættur bara Ertu mættur? Já, ég mættur, what the hell Hvað er þetta að gera? Ég má það ekki sjá mig Ég er með hérna fiskinn Hvernig að panta fisk Mér finnst það bara flottur endistrákar Já Og Svo já, kjósa maður, 17. februar Kjósa ykkur. Fylgist þið með, þetta verður áhugavert Við erum líka verðum á TikTokinu Postum vídeo á dag Eitthvað tengt söngukefni Verðum að plugga þessu Og tjekkum á stöðun á hinum keppendum Og gerum eitthvað skemmtilegt backstage content Já Og alls konar svona gúmmila í kringum þetta sko já Mann með að kjósa okkur Það sem ég segi bara Núna er ég algjörlega að skita Nú er ég tengdur sko símanum Ég ætla að vera tengdur tölvunni Ég trú ekki alveg að ég hitta hann á gauð sem var bara að býða eftir einhverjum öðrum sko Það er þetta mjög gott Þetta var heppni sko En, já Hanna, þeir hvað lagi komið? Summer Baby Summer Baby, það þýr að þátturinn endast Hann byrjar á bíómynd, endur á Summer Baby Já, ég segi Þvílíkur bara þáttur. Annars bara gangu vel strákar Takk Óli minn Takk fyrir að hlusta í dag Og við sjáumst bara á miðvikudaginn Yeah, my baby Super sweet Summer Þegar það syngja hana baby